Ég held að næsti liður liggi mjög vel við þá beinu framhaldi sem Þuríður var að tala því að við fórum fram á það við fræðasviðin að við fengjum fulltrúa þaðan til að kynna stöðu mála og þeirra hugmyndir þróun fjarkennslu. Því miður fengum við reyndar enga frá verkfræði og náttúruvísindadeild en við höfum þá fengið góða fulltrúa frá hinum deildunum. Þannig ég ætla að bjóða velkomin hingað upp frá félagsvísindasviði til að byrja með Kolbrún Eggertsdóttir. Góðan daginn. Það var alltaf gaman að segja frá því þegar ég kom inn til starfa. Þetta allir þegar ég satt þarna í sala, þá var eitt af mínu fyrstu verkefnum. Það var að ljúka ársnámi sem fjarnámi í kennslufræði. Og mér var falið að vita hvort ég fyndi þetta fólk ekki einhvers staðar og reyna að vita hvort ég get ekki hjálpað því að klára. Og ég held ég hafi nú ekkert verið voðalega góð í þessu því að en einhverju kláruðu, við björguðum þessu. En þetta var gert með miklum plástrum og samningum við ég hringdi í kennar og samdi má hann ekki gera þetta svona. Og svo var búið plástrað og þannig að kláruðu nokkrir, ég var glöð með það. En þetta var svona það, mín fyrstu kynna fjarnámi og þau voru kannski ekkert voðalega góð. En ég ætla að byrja á því að segja ykkur svolítið hvað við erum að gera á þessu nýja sviði. Við erum eins og öll sviðin að máta okkur svolítið saman. Og þegar ég fór að skoða þetta þá sá ég það eins og í þessari skýrslu að viðskiptadeild og hagfræðideild og lagadeild eru ekki með fjarnám. Það er bara þannig í augnablikinu. Félagsvísindadeild aftur á móti hefur setti fram markmið í sinni stefnu og þar sem að ákveðið var að auka námsframboð meðal annars með að skipulögðu fjarnámi og þá í samstarfi við innlenda og erlenda háskóla. Þetta hefur kannski ekki verið alveg nógu skipulagt hjá okkur, þangað til kannski í vetur. Þetta hefur byggt alltaf mikið á einstökum kennurum, það ef einhvers nefnir ég geti nú hugsanlega gert þetta í fjarnámi og þá stokkið á viðkomandi og hann allt gert fyrir hann til þess að hjálpa honum en þá þetta ekki, það er kannski ekki sérstaklega mikið gagn að taka eitt námskeið í bókasafnsfræði ef þú getur ekki lokið náminu. Þannig hefur mikið á okkar fjarnámi verið að þetta er eitt og eitt námskeið sem er byggt upp þá af einhverjum áhuga og einstakar kennara. En það sem að við höfum verið að gera er í félags- og mannvísindadeild að þá erum við í fyrsta skipti í vetur að bjóða upp á heildstætt bíanó í fjarnámi og það í mannfræði, þjóðfræði og MA-námi líka, allt saman í fjarnámi. Nú þjóðfræðin þróunarfræðin með í þessu líka í framhaldsnámi, það bara kennt á framhaldsstigi. Þau hafa gert þetta gegnum Emisjón og gegnum Uglu. Þau hafa farið fram á það við nemendur að mæta í fyrsta tíman á missirinu, svo allir hittist nú, og síðan cirka eina viku á hverju missiri, svona mitt missiri. Og en það kannski gengur ekki alltaf upp því að ég veit að ég hef verið í sambandi við stúlku í New York sem í framhaldsnámi í mannfræði og hún kemur nú svo sem ekki mikið kannski. Nú próftakan þá í miðstöðunum út á landi ef þannig vill eða í sendiráðum eða hvar sem að menn finna út úr því. Nú, ég spurði nú að því og ég hef nú svona aðeins verið að heyra hún í kennurum hvernig líkar og hvernig þeir hafa fótað sig í þessu og flestir eru bara nokkuð sáttir en tala dálitla vinnu og sumir eru svolítið hræddir við mætingar. Það þetta að þá hætti staðnemarnir að mæta í tíma eða geta hvað sem séð þetta þarna í tölvunni sinni. En þau ætla að halda ótrauð áfram og næsta vetur safnafræðin að bætast við
og það eitt af því sem að kannski nám sem er sett á stofnun af kröfu nemenda út á landi meðal annars. Það mjög mikið á söfnum og öðru út á landi sem að eiga starfsmenn sem vilja læra betur til verka og þetta nám skipulagt þannig að við erum með við ætlum að senda fólki starfsþjálfun þá í heimabyggð og annað, þannig að við erum voðalega spennt fyrir því hvernig tiltekst þar. Nú, við erum í nokkur ár búin að keyra diplómanám í opinberri stjórnsýslu svona. Við bjóðum 3-4 námskeið á missir. Skyldunámskeiðin í diplómanáminu eru öll boðin í fjarnámi og það eru sem sagt emisjón, aftur upptökur og svo ég veit ekki af hverju það en ég var sagt að það væri backup sjónvarpsupptökur sem svona eitthvað að vara. En sem sagt þau bjóða upp á öll skyldunámskeiðin og síðan mismunandi valnámskeið, þetta bara róterað svolítið milli ára. Þau lofa því að þú getur lokið diplómanámi í fjarnámi en þau lofa ekki MPA-náminu, þau finnst þau ekki geta staðið að bak við það, þannig en þú getur það alveg, bara aðeins lengri tíma. Og þá eru menn að nýta sér þessi valnámskeið. Nú, síðan erum við með nám í hagnýtri jafnréttisfræði og það var svona, ákveðin svar við þörf sem við héldum að vera markaði og höfum boðið upp á það, en það meira kennt í svona loturnámi. Það ekki mikið upptökur þar. Þannig í stjórnmálafræðina hafa menn aftur áhyggjur af mætingu tíma. Ég ákvað að komast að því hvað menn væru ánægðir með og hvað menn væru óánægðir með. Þau taka eftir mjög töluvert verið mætingu í þá tíma sem teknir upp, en kannski það bara allt í lagi, það ekki. Og en ánægja nemenda með þetta mjög mikil, þannig að þetta hefur slegið í gegn og hefur örugglega ekki dregið úr vinsældum þessa náms. Nú, við erum með svolítið sérstakt nám í náms- og starfsráðgjöf. Við vorum nánast, það var krafa að taka þetta upp. Þetta reyndar nám á MA-stigi. Þetta ársdiplómanám og svo síðan geta menn lokið MA-gráðu. Þetta keyrt sem 2 námslinur. Önnur í staðbundnu námi og hin í fjarnámi. Og það sérstök inntaka í fjarnámið og eitt af inntökuskilyrðunum að þú búir út á landi. Það ekki hægt að búa í Reykjavík. Konan sem sóttum sem átti heim í Kópavogi getur ekki. Henni var hafnað á þeim grundvelli. Þetta aðalega staðbundnar lotur og svo upptökur. Það tekur aðeins lengri tíma, það tekur 2 ár að taka þetta ársnám. Þetta starfsnám, þannig að menn þurfa að fara í starfsþjálfun og það var eitt af því sem var svona lítill höfuðverkur, en menn geta þurft að ferðast, kannski klukktíma, 2 tíma. Við höfum svona yfirleitt náð að finna þjálfunarpláss fyrir alla. Þetta nú kannski helst eins og Akureyri, þar voru ekki svo margir náms- og starfsráðgjafar, þannig að það var svona aðeins höfuðverkurinn. En svona yfirleitt út á landi, en menn hafa þurft að keyra frá Skagaströnd og inn á Blönduós eða eitthvað svoleiðis. Og við keyrum þetta, það tekið inn bara annað ár. Og krafan kom bæði frá vinnumiðlunum og skólum út á landi. Það vantaði menntaða náms- og starfsráðgjafa. Og þau fengu styrki til að keyra þetta. Nú, við höfum líka verið með nám í bókasafns- og upplýsingafræði, við settum diplómanám í skjalastjórnun sem fjarnám og það bara tilraun og síðan hefur það nám bara eðli málsins samkvæmt. Það eru þó nokkuð námskeið sem eru fjarnám en þú getur ekki lokið til dæmis BA-námi í bókasafns- og upplýsingafræði í fjarnám. Og þetta bara svona námskeið inn á milli, þannig að það kannski ekki alveg eins og við hefðum viljað hafa. Svo erum við með dálítið
svona skemmtilega blöndu og það nám í öldrunarþjónustu. Það sem heitir Nordmag og samstarfsverkefni 3 háskóla. Það Háskóli Íslands, Háskólinn í Lundi og Jyskala í Finnlandi. Ég ekki viss að ég muni rétt að frambera þessu. En þetta nám sem í öldrunarfræðum og uppistaðan af því eru staðbundin námskeið á Íslandi. Það eru fjarnámskeið þá í öllum skólunum og svo stuttum lotum þá milli landa. Þannig að þetta svona pínlítill suðupottur og manneskja í starfi á Íslandi á alveg að geta tekið þetta nám og sótt jafnvel námskeið til Finnlands, annaðhvort heilt misseri eða þá þessu stuttu námskeið. Þannig að við bindum miklar vonir, þetta eitt af þessum sameiginlegu háskólagráðum sem háskólinn hefur svona, ég held að þetta sé eins og fyrsta sem í boði sem í samstarfi svona margra skóla. Og þetta krefst reyndar töluverður, ég get alveg sagt ykkur að því ég skriffinni, að þá þetta mjög erfitt mál því þú ert að skrá nemendur inn í 3 háskóla. Líka? Inn í 3 háskóla. Það þú ætlar að gera svona. Þannig að þið þurfa að hafa aðgang á tölvukerfum 3 háskóla. Og það svolítið, og ef einhver hefur heyrt kennitölumálið þá vita menn, það svolítið erfitt mál. Það ekki hægt að fá aðgang á tölvukerfum háskólans nema eiga kennitölu. Það eitt af því sem þarf að skoða svolítið. Nú, stefna félagsvísindasviðs þess vegna í mótun í augnablikinu. Við erum nýbúin að hittast kennslunefndin og ég ritari þeirra nefndar. Ég reikna með að okkar stefnumótun og samráð fari fram þar að miklu leyti. Af því ég nú búin að vera þarna í nokkur ár og þá fór ég nú veltaði fyrir mig gærkvöldi hvað væri eiginlega okkur þetta væri svona en ekki hinsegin og hvort það einhver auður þráður í þessu sem við höfum þó verið að reyna að gera og það að við höfum skipulagt meira fjarnám í framhaldsnáminu heldur en í grunnnáminu. Þetta hefur verið svolítið tilviljanakennt, þetta hefur farið eftir áhuga einstakra kennara. Það er einhver nefnt þetta, vilja kannski fjölga í námskeiðinu hjá sér eða eitthvað slíkt og dotti þetta sem leið í hug. Við keyrum nokkuð öflugt diplómanám sem svona 30 eininga nám á framhaldsstigi sem ætlaður raunverulega hluti af markmiðunum með því endurmenntun. Og þess vegna hefur við haft það svolítið tilhneigingu til þess að bjóða upp á það nám í fjarnámi og verið þá að hugsa fyrir fólk út á landi. Og þess vegna til dæmis hagnýta jafnréttisfræðin, hún hugsuð svona og opinbera stjórnsýslan. Það töluvert að lögfræðingum, sýslumönnum út á landi og skólastjórum sem hafa verið að taka það nám og litið á það sem sína endurmenntun. Við höfum ekki gengið hart eftir tímamörkum eða slíku við það fólk, heldur við höfum bara leyft þeim að njóta. Þannig að þetta svona sá þráður sem í en bíanámið hefur svolítið orðið útundar, þangað til núna mannfræðin tók þetta upp út í haust og við munum að sjálfsögðu í vor skoða svolítið hvernig til tókst og erum að vona að menn verði sáttir en við þurfum líka aðeins að huga þá annmörkunum og við ég reikna með við fáum einhverja skýrslu í þegar að líður á vori frá mannfræðinni í kennslunefnd og hún reynir þá að taka á þessum málum í samvinnu. Við sjá það að munurinn á sviðinu, hvað menn hafa verið að framkvæma hingað til, hann töluverður. Það verður bara alveg segjast eins og Við okkur datt í hug daginn að í atvinnuástandinu, hvort við gætum boðið upp á til dæmis staðbundnar lotur í sumar. Það var ein hugmynd sem að við höfum svolítið velt fyrir okkur.
en þorum ekki að fara lengra með þá hugmynd því að hún er mjög umdeild og við vitum ekki alveg og jafnvel staðbundin nám líka, við erum eftir að sjá það. En sem sagt, við erum ennþá að fikra okkur í áttina að þessu. Ég reikna með að samráðsvettvangurinn verði kennslunemnd því að þó að við höfum mörg haft svolítinn áhuga þá hefur engin vettvangur verið fyrir okkur til að tala um þetta. Og er að vonast þess að hann komi þarna með kennslunemnd. Þá held ég að ég þakki fyrir.